Vatnahúsið setur sterkan svip á byggðina í Fáskrúðsfirði. Þetta sögufræga hús, sem við hlið franska spítalans, hefur að geyma norðurljósasýningu sem byggir á mögnuðum myndum þeirra Jónínu G. Óskarsdóttur og Jóhönnu Kristínar Hauksdóttur. Myndirnar eru teknar í Fáskrúðsfirði. Þegar okkur á N4 Barragarði voru erlendi túristar að skoða safnið og voru greinilega hrifnir. Fjóla Þorsteinsdóttir leiðsegir gestunum og hún segir að sýningin sé á besta stað í þorpinu og hún segir að Fáskrúðsfjörður sé sannkallaður norðurljósastaður. Það eru rosalega fallegir norðurljós hérna og kannski fór maður að veita því meiri athygli af því að þær voru alltaf að birta myndir hérna og svona. Þannig að maður fór kannski meira að horfa eftir þessu hérna í kjölfarið. Það eru ofsalega fallegir norðurljós hérna. Hverjir eru það sem að koma hingað? Eru það útlendingar þá helst? Já, sko ég hef verið að taka á móti hópum hérna fyrir norðurljósahúsi í vetur og hingað hafa verið að koma hópa frá Asíu. Núna áðan voru hérna Bandaríkjamenn og nokkrir frá Hollandi. En já, þetta er bara fólk alls staðar að sem kemur hérna. Er svona upplifun útlendinga, er hún svolítið mismunandi eftir þjóðlöndum? Já, hún er það. Ég hef orðið vitni að því að það hefur verið hópur hérna frá Asíu sem hefur síðan farið hérna út og farið inn á bryggjuna hérna fyrir framan franska spítalann. Og það bara lagðist á bakið og gargaði og gólaði og grét og hló og allt þetta sko. Og bara upplifunin var svona rosalega sterk. Þannig að það er allt til í því. Þannig að það eru mismunandi spurningar. Aðalspurningin er verða norðurljós í kvöld og klukkan hvað. Það er svona típisk spurning. Og getur þú svarað því? Ég hef nú einu sinni gert það. Ég hef einu sinni verið spurð bara í þaula og af stórum hóp sem var hérna að borða hérna á veitingastæðnum hérna við hliðina og það endaði með því að ég sagði bara, sko, það verða norðurljós klukkan 9 í kvöld. Já, bara klukkan 9. Já, klukkan 9. Og það bara, ég steig út fyrir rétt 9 og það var bara veisla í loftinu, sko. Þannig ég kallaði alla og allir út og það var þessi hópur sem ég er að tala sem að lagðist bara á bryggjuna og hérna grét og hló og þetta átti að vera fyrir barnaláni og bættum fjárhag og betri heilsu og allt þar á milli. Þannig að það er allt til. En heyrurðu það á þessum ferðamönnum sem að koma hingað, þeir eru jafnvel að koma til landsins svona í og með til þess að sjá jafnvel norðurljós? Já, það er bara mikið það. Jafnvel hópar sem hafa komið hingað, skoða þessar myndir og eru svo bara enn spenntari, eins og hópurinn sem var hér áðan þegar þið komið. Að þau eru á leið hérðan í Mývatn og þau eru bara, viltu koma með okkur og segja þessi norðurljós klukkan 9 í kvöld þar? Þannig að það er svona, já, fólk er að sækjast eftir því að sjá norðurljós á Íslandi, það er bara svoleiðis. En þessar myndir sem eru hérna, er þá fólk að taka myndir af sér með myndirnar í baksýn og... Já, aðeins, en aðalega selfie hérna á tjaldinu fyrir framan okkur, sko. Það er fólk að taka selfie og klippa það til, svona, þannig að það virki eins og það séu bara undir norðurljósum. En svo hérna fyrir aftan okkur, þar er fræg mynd, NASA-myndin er hún kölluð? Já, hún er kölluð NASA-myndin. Það er mynd sem að Jónína tók á einhverju, ég kann ekki að segja frá því, ég hef ekki nægilega þekkingu á þessu sko, en hún tók þessa mynd á einhverju augnabliki sem er mjög sjaldgæft og rataði svo í hendur NASA. Þeir birtu þessa mynd og hún er heldur bara farin út allan heim. Þannig að þetta er heimsfræg mynd sem sagt? Já, hún er það. Þessi kona tekur náttúrulega alveg ótrúlegar myndir og það er báðar alveg frábærar myndir. Já, myndirnar eru frábærar. Fjóla segir að safnið laði að sér marga gesti. Loðnuvinnslan er eigandi hússins og heldur þar gjarnan fundi. Fjóla segir að íbúunum þykir vænt húsið og safnið og hún segir alltaf jafn skemmtilegt að taka á móti gestum. Mér finnst rosalega gaman að taka á móti gestum hingað. Það er ofsalega gaman. Fólk er mjög hrifið, glatt og þakkar vel fyrir sig og eins og ein góð vinkona mín segir, sko, taktu fallega á móti fólki og hvettu það brosandi, sko. Þá er takmarkinu náð. En eigum við ekki að kveðjast og taka þá saman eina selfie? Gera það. Úr ótal slíkum augnablikum eilífðin er gerð.